Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Unnar Helgason osteopati og á Osteoklínikina. Eygló Fandal Sturludóttir, keppandi í ólympísku lyftingum, var hjá mér daginn og talaði Unnar, svo að ég var bara forvitin og bauð Unnar að koma í heimsókn. Reynda var ég smá klók því að ég lét hann bjóða mér í tíma svo ég geti nú aðeins kynst þessu fyrst. En hann ætlar að segja okkur aðeins frá hvað osteopatía. Ég í vandræðum með að beygja þetta, þið bara fyrirgefið mér með það. Einnig segir hann okkur frá þjálfun íþróttafólks, hvað íþróttafólk ætti að huga að. Hann vinnur með ýmsu íþróttafólki og meðal annars í teymi Gunnar Nelssonar eitthvað og hefur einnig unnið með Hollywood-leikurum hér á landi. Áður en við byrjum þá vil ég þakka samstarfsaðilum klefans fyrir samstarfið. En við erum með nýjan samstarfsaðila og það Lengjan. En Lengjan í eigu íþróttafélagana í landinu og fer allir hagnaður aftur í íþróttastarfið. Endilega kíktu á Lengju appið, það mjög þægilegt. Nú það bara skelltu þér á lengjan.is. Auður, ef þú vilt blása lífi í sparnaði þinn þá ferðu bara núna inn á auður.is. Það einnig ekkert mál að sækja appið og þú getur bara byrjað að ávaxta. Auður meðal annars með grænan framtíðarreikning fyrir þau sem vilja hefja sparna barna og ungmenna og fá háa verðtryggða vexti. Hver vill það ekki? Kíktu á auður.is. Nutrileng Gold hefur hjálpað þúsundum einstaklinga sem þjást af stirðleika og braki í liðum. Nutrileng smyr og mýki liðina og aðstoðar við að byggja upp brjóski aftur. Það unnið úr sérvöldum fiskibeinagrindum sem eru ríka virku, nýtanlegu og uppbyggilegu kondrotínín. Já, ég þurfti að æfa með hans fyrir þetta. Kollageni og kalki fyrir mannslíkamann. Hafið fiskverslun. Íþróttafólk borða fisk. Hafið fiskverslun með 2 verslanir, eina í Hlíðarsmára og aðra í Spönginni. Íþróttafjölskyldur þær passa hreinlega upp á það að hafa fisk að minnstakosti einu sinni í viku. En þar finnur við mikið úrval og ekkert nema gæði. En já, við skulum vinda okkur í þáttinn. Já, Unnar, velkomin í klefan. Takk hérlega fyrir að bjóða mig, Silja. Í Hafnarfirðinu og svona. Já, alltaf gott að koma í fjörðin, Ég er nú reyndar í fjörðinu núna, þannig að maður komin aftur að heimaslóðir, þannig að þetta gott, Já. Þú ert alveg svona úr íþróttafjölskyldu og hefur svolítið íþróttabakgrunn. Já, heldur betur. Já. Við vistu segja þetta, kom strax upp í huga mig, við vorum ekkert mann í Fjarðarpóstinum, það var allt í góð. Þá tekið mynd á okkur fjölskyldinni og titillin var íþróttafjölskyldan eða eitthvað slíkt, Já. Þannig að jú, klálega íþróttafjölskyldu. Klálega. Þú ert bootcamp-kennari, sá ég, crossfit-kennari, ketubjöllu og svo ertu líka búin að læra þetta allt, ólympíska lyftingar. Já. Það svona, já, bara, í gegnum tíðina hef ég fór ekki í sem sagt, svona hefðbundi kannski íþróttaþjálfaranám eða kennaranám. Nei. Svona early on, þá fór ég bara að þjálfa, byrjaði að á Akureyri að þjálfa spinning og bootcamp og annað slíkt, bara svona Já. með vinnu og svo var þetta meira áhugamál hjá mér og ég bjóð mig til mitt eigið prógram. Já. Sem að endaði svo í CrossFit heiminum. Já. Þannig að við stofnaði stöð á Akureyri. Alveg rétt. 2009 minnum það verið. Já. Þannig að En hvað meinarðu CrossFit heiminum? Já, bara þannig að ég fór að reka mín eigin stöð og fór að þjálfa og fór að sjálfur að iðka sportið. Þannig að á þeim tíma náttúrulega var CrossFit bara var ekki neitt þannig, það voru rosa fáir að gera CrossFit. Þannig að maður þurfti svolítið svona að læra inn á bara hreyfingarnar sjálfur. Ég enda með bakgrunn úr ólympísku lyftingum, lærði það hjá ekkert í bóð heima upp í klefanum, orginal klefanum. Original, yes. Akkurat, þannig að var með bakgrunn í því sem nýttist mér vel strax í CrossFitinu. Þannig að þá svona hófst svolítið kannski svona minn þjálfara ferill, þannig. Já. En nú dóttin, hún mjög efnileg í ólympísku lyftingum. Já. Úlfhildur Arna, og ég fór á Instagram með hennar og þá fann ég að stendur Norðurlandameistari, 7. best í heimi, 2. best í Evrópu, þetta allt í úlingaflokki. Já, allt í úlingaflokki. Ok, og hlustar hún eitthvað á pappa sinn? Já,
hún hlustar á mig. Ég og Úlla eins og náttúrulega ég kalla hana, þá við áttum og eigum rosa gott bara pappa og stelpusamband skilurðu, dóttursamband, en svo náttúrulega líka hef ég verið þjálfarinn hennar í gegnum allt þetta og en Úlla Úlfhildur rosalega góður íþróttamaður að því leyti til að hún mjög einbeitt og hún með rosalega mikla hreyfigetu og hreyfiskilning, þannig að það hefur verið alveg ótrúlega einfalt að þjálfa hana. Hún með bakgrunn í 5 leikum, þannig að hún fljóta að pikka upp allar hreyfingarnar. En við byrjum alltaf rosa snemma, hún hefur verið kannski 7-8 ára þegar við byrjum eitthvað leifinni að prófa að gera ólympísku lyftingar. Já, bara svona tækni eitthvað. Svona tækniæfingar, já, bara með prikk og bara léttu stöngina og svona eitthvað aðeins að finna fyrir þessu. Já. Þannig að, já, hún bara, þetta var svona komið í hennar hreyfi feril svolítið snemma. Já. Og svo þegar hún byrjar að æfa ólympíska lyftingar, hún byrjar þetta í CrossFit og sá það strax að hún varð Íslandsmeistari í CrossFit líka unglinga. Þannig að en þá sá hún og við sáum öll að hún var með rosalega mikla hæfileika í ólympísku lyftingu, hún færðist svona meiri yfir í það. Já. Og eins og þú sagðir, keppti á fjölmörgum mótum og náði besta árangri íslensk úlings á þeim tíma og ég held ég bara síðan þá. Já. Bergrós hefur staðið sér alveg ótrúlega vel líka, þannig að gríðarlega vel. Þannig ég held að hún svona sá besti úlingur sem við höfum átt sko. Bergrós núna og Úlla var fyrir. Hvað hún Úlfhildur orðin gömul? Hún 19 ára núna. Já, hún bara 19. 2005 sko. Oh my god, þú samt 19 ára gamalt barn. Já. Herðu, en hvað framöndan í henni? Hvað 2025? 2025, hún reyndar búin að vera að taka sér svolítið pásu núna. Þetta svona varð bara rosa mikið fyrir hana. Hún, við byggum í Svíþjóð og hún æfði þar alveg rosalega vel og raunverulega þessi Svíþjóðar ára þá hún að ná öllum þessum árangri sem þú talaðir áðan. Svo flytjum við til Íslands aftur eftir mitt nám og þá hélt hún áfram í ólympísku lyftingum en þá jókst rosalega mikið álag í skólanum hjá henni. Já. Og þetta tvennt bara fór ekkert almennilega saman hjá henni og kannski flestum að vera afreks íþróttamæður og líka að þurfa að taka upp mikið af skólanum, fekk lítið meti frá Svíþjóð. Þannig hún þurfti að taka eiginlega svona bara 1,5-2 nám eiginlega til þess að ná útskrifast með jafnöldrum sínum. Já, sem hún gerði og setti svona ólympísku lyftinga aðeins þá á hliðilínu á meðan. Já, sem bara í góðu lagi. Já, bara mjög gott sko, bara þroskað og velgert hjá henni að átt sig á því. Já. Herðin, þú ert búin að vera að vinna með líka, eins og Eygló Fandal, því að hún talaði þig. Já. Hún í ólympísku lyftingu. Hvað það svona, hvað ertu svona helst að vinna með henni? Er það svona bara liðleiki og bara halda líkamanum í heilu lagi? Já, einmitt, nákvæmlega. Halda Eygló í því sem hún að gera. Já. Hún með þjálfara sem að prógramera og hjálpina með lyftingar hlutan. Hann Ingi sér allt þar. Ég hef verið að ferðast með þeim sem osteopati á flest svona stærstu mótin. Þannig ég hluti bara á svona þessu þjálfara teimi og svo náttúrulega bara að fara í gegnum keppnina og allt þetta. Já. En þegar hún bara í æfingafasa þá kemur hún svona yfirleitt einu sinni í viku til mín. Já. Þar sem að við erum bara að fara yfir skrokkinn á henni og tryggja það að hún haldi áfram að geta æfta þeirri ákæðu sem hún vill vera á, sem náttúrulega gríðarlega mikið álag. Já. Gríðarlega mikið álag á henni. Þannig að þetta svona, þetta bara meira svona að halda henni bara on track sko, svolítið. Já. Og svo náttúrulega líka að þegar ég, og það sem svo gott að hafa hann á bekknum, við sjáum eitthvað á bekknum sem við viljum setja inn í uppbytunarrútínu, kúldanrútínu, activation-rútínu, eitthvað slíkt sko, að þá ég að hjálpa henni með það, settu þessa æfingu aðeins inn, lögum það aðeins, komum virkni og styrkleika í þetta og hitt, þannig að það svona mitt hlutverk að halda henni heilli sko. Já. En hvað eftir fólk sem hugar að lyftingum, CrossFit og þess að vera svona fókus á sem að, og þá ég að meina svona frá þínu sjónarhorni sem að þú sérð svona kvillana kannski koma eða eitthvað ójafnvægi eða eitthvað svoleiðis.
Já, það kannski svona tvíþætt. Mm. Það annars vegar sko í ólympísku lyftingum, ef við hugsum bara það sport, að þá það fyrst og fremst tæknisport umfram styrk og hraða í byrjun, sérstaklega. Já. Og það kannski það sem erfiðast við að þjálfa upp einstaklinga nýja sem komin í sportið, að halda þyngdum frá fólki eins lengi og hægt Já. Þú þekki það kannski? Það mjög erfitt. Já. Þannig að sko það eitt að rífa upp stöngina og setja hann upp á axlina á sér. Þú getur gert það bara hvernig sem Já. og það mun hugsanlega hjálpa þér í þínu sporti ef þú ert bara hlaupari eða körfuboltamaður eða hvað sem En ef þú ætlar að vera ólympískur lyftari, að þá raunverulega bara svona ein ríkisleið til að gera það. Okay. Og það eitthvað sem ekkert endilega náttúrulegt fyrir líkamann. Okkur náttúrulegt að hlaupa, flestir bara kunna sirkabát að hlaupa og svo það þitt hlutverk og aðra svona sem að spotta til þess að geta hlaupið hraðar, þá viljum við gera eitthvað. Vinni þessu. Já, vinni þessu. Sko. Og það náttúrulega bara sama með ólympískar lyftingar, að þeim betri grunn sem þú ert með og styrkir hver einasta svona fasa af lyftunni, þá verður hún bæði öruggari fyrir þig, hún skilar meiri árangri og fyrst og fremst að þú getur haldið áfram að sinna sportinu. Þannig að það að kannski ég talandi Úllu, ég og Úlla erum með lyftinganámskeið í Mjölni sem hefur alveg gríðarlega vel sótt. Og þar stundum auðveldara að kenna fólki sem hefur aldrei snertstöng versus það fólk sem hefur verið að gera, og þá þarf að vinda ofan af einhverju hreyfiferli, einhverju hreyfingu sem ekkert að hjálpa einstaklingum og svona núllsitja sko. Og þá oft erfitt að segja, í dag erum við bara með prik eða bara létta stönga eitthvað, og þá bara, en ég get alveg lyft meira, skilur, en það ekki málið. Þannig að já, það svona, það sem maður að skoða í ólympísku lyftingum, að tryggja það að fólk fari í gegnum rétt að hreyfiferla. Já, en fólk að, gleyma einhverju, einhverjum vöðvum eða einhverjum svona minni æfingum eða eitthvað svoleiðis sem það ætti að vera að taka? Já. Mér finnst fólk oft fara bara svo mikið í stóru æfingarnar og ef ég hugsa bara fyrir sjálfa mig, ég var á æfingu áðan og ég var bara eitthvað, Silja, þú þarft nú kannski bara að fara að gera smá bakaæfingar og koraæfingar, en mér finnst það náttúrulega bara ekki skemmtilegt. Fattarðu? Nei, sko, fólk þarf svolítið að gera upp fyrir sig, ætlar að vera íþróttamaður eða ætlar að vera bara mössuð, eða skilur, grönn eða mössuð eða hvað sem þú ert að pæla. Ef þú ætlar að verða íþróttamaður og lítur á sjálfan sem íþróttamann, íþróttakonu, að þá þarftu að hugsa hvað get ég gert til þess að tryggja það að ég geti haldið áfram að æfa eins og íþróttamaður. Ég hugsa þetta þannig að þá viltu gera leiðilegu æfingarnar. Ég reyni að nota það orð ekkert svo mikið, þess að þetta ekkert leiðilegar æfingar. Það miklu leiðilegar að vera meiddur heldur en að gera einhverjar æfingar. Ok, góð rök, ég var ekki sammálaður fyrir að segja þetta, jú. Þannig að, já, algjörlega, þannig að maður hugsaði, ok, ég ætla að keppa ólympíuleikum eftir 4 ár. Þá þýðir ekki fyrir þig að fara bara, þú ætlar að hlaupa í 100 metra hlaupi, þá þýðir ekki fyrir þig að hlaupa bara 50 sinnum 100 metra á dag og ætlast til að það muni gera þig miklu hraðari, sko. Það bara ekki þannig sem þetta virkar. Þannig að við þurfum að tryggja það að stóðkerfið og hreyfiferla séu réttir og þá koma inn í litlu æfingarnar. Auðvitað náttúrulega bara frábært fyrir fólk að gera alls konar jafnvægisæfingar, ef við erum að tala kannski crossfit, þá rosalega mikil vöntun á það sem við kallum svona external og internal rotation og öxlun til dæmis. Margir sem að fá verki í axlirna við að gera mikið upphífingum og annað slíkt, þannig að út af vídeo, hvað sýndi external og internal? Já, þetta bara fólk sem að þekkir með teygju semst hérna og þú ert að gera þessar hérna, sérðu hérna? Já. Því þið getið bæði hlust og hort, Já. Þannig að
Þetta eru bara hluti af þessum heitir rotator cuff vöðvarnir, ef þeir sem eru að hlusta að þeir sjá okkur ekki, að þá geta ég bara að googla rotator cuff æfingar, sem að ég læti alla íþróttamenn sem ég er með gera slíkar æfingar áður við förum í eitthvað sem heitir pressa eða tós eða eitthvað slíkt, til þess að bara aktivera þessa rotator cuff vöðva sem eru stöðuleika vöðvar axlarinnar. Það til dæmis svona, já, ég held að ef að fólk bara sinnir því, ef að hugsa bara alltaf því ég gerir pressu eða tós, þá ætla ég að gera rotator stabilizing stöðuleika æfingar. Fyrst, og í uppbytuna. Eitt er að gera upp hitun. Það er að segja, skilur, fara á hjóla í 5 mínútur, 10 mínútur, ná blóðflæðin eitthvað í gang, en svo er annað í mínum huga activation, að virkja vöðvana sem að eru að fara að taka við álagi. Þannig að það er svona tvíþætt kannski uppbytun í mínum huga með það. Þannig að ef þú ert að sinna því, þá ertu bara svona 80% komið með þetta, sko. Ok, en út af því að þú varst að tala axlir, ég er svo mikið áhuga kona mjaðmir. Mjaðmir? Já, sko, þá fyrir við svona að hugsa aðeins, það er aðeins stærra. Miklu. Það er svolítið stærra. Þá sko, mjaðmir eru stjórnaðar rosalega mikið af til dæmis ökkla mobility, ökkla liðleika. Það er lítill stöðuleiki sem við búum til í gegnum hnéliðin, það fer mest í gegnum mjöðmina eða ökklan, þannig að þeir sem að gera mikið hnébeyju, þeir þurfa að hugsa mikið ökkla liðleika, þannig að það eru alls konar æfingar til og sérstaklega kannski með teygju. Já, eitthvað svona festan í eitthvað. Festi, já, akkurat, þú setur semst utan ökklan og teygjan tilbaka og ítir ökklan fram og setur hnéð svona yfir. Já. Þar er hérna ökkla liðurinn heitir talus og hann þarf að geta, þeir sem eru að horfa hérna, hann þarf að geta rúllað svona hérna, þannig að við erum með teygju hérna til þess að íta honum inn í. Þannig að hérna, það er kannski svona fyrst og svona oftast sem að sér það hjá fólki sem að vantar. Og svo er það kannski bara, gríðarlega mikið af það sem að kannski fólk klikkar á í dag, sé ég að það er komin mikil fókus á stóru glútvöðvan okkar, en fólk er að gleyma aftur þessu internal, external rotation af mjöðminni, vegna þess að ef við hlaupum, að þá er mjöðminn alltaf, og fóturinn hann er alltaf að fara í gegnum internal, external rotation í hlaupinu. Það hleypur engin 100% symmetrist upp og niður. Þannig að þú horfir á bara til dæmis Usain Bolt er eiginlega besta dæmi þetta, hann er bæði hraðasti maður í heiminum og þegar við sjáum hvernig hann hleypur eða hort framan á hann aftan á hann, þá sjáum við alltaf hnéð fara inn. Þú kannt þetta betur en ég, en það er eitthvað sem ég þá hugsa út ef ég er með hlaupara eða eitthvað slíkt, fótboltamann, að tryggja það að mjöðminn komist í þessar hreyfingar og þá gera styrktaræfingar fyrir það. En eins og þú talar rotator cuff, er eitthvað svoleiðis fyrir mjaðmir? Já, það er það, en það er miklu svona stærra unit, sko. Já. Það er að segja, sko, innanlærisvöðun okkar sem heitir adduktorar, innri, rassvöðunar okkar, sem eru þá ekki stóri gluteus maximus vöðun. Men þeir eru 3, er það ekki? Minimum og medius, þú veist. Já, við erum með minimus, medius og svo erum við, sem heitir gluteus, en svo erum við 4 aðra inn í mjaðmagrindinni sem heitir piriformis og obturator internus og eitthvað svona, ég man ekki alveg hvað þetta heitir allt saman. Ég vissi piriformis, ég hefði getað sagt það. Og það eru þeir sem eru að búa til stöðuleika líka og þessa hreyfingu inn í mjöðminni. Þannig, og það gerum við til dæmis bara með öllu sem heitir snúningur í mjöðum. Þannig að það er mikilvægt að sinna því líka. Já, þetta er mikið áhugasvið. Herðu, Gunnar Nelson, nú ertu búin að vera að vinna með honum alveg í nokkur árið, ekki? Jú, bara lengi, sko. Ég var eitthvað að rifja upp með daginn. Ég hvort við höfum byrjað að vinna saman maður sjá, örugglega fyrir núna 6 árum síðan eitthvað. Já. Og hvað ertu að gera með honum?
hvað er ég að gera með honum? Svona í grunninn er ég að gera kannski, þetta heitir náttúrulega styrtar og þrek æfingar sem við erum að gera saman. Já. En ég svona, kannski grunninn er þegar ég reyna að gera allt sem að Gunni er ekki að gera sjálfur í glímunni, í boxinu, í því sem að hann kann náttúrulega 100 sinnum betur en ég. Já. Og hann þjálfar í því, þannig að við erum að vinna mikið í bara styrtamálum. Núna er Gunni að fara að keppa 22. mars í London. Þannig að núna erum við búin að vera í löngum fasa, hann er búin að vera að bíða mjög lengi eftir að fá bardaga. Já, hann átti að vera hvað í desember eða ekki? Átti að vera í desember, var að reyna að fá bardaga þá, það gekk ekki upp. Við vorum búin að horfa á aðeins fyrr meira sér, en svo kemur núna 22. mars. Þannig að við erum búin að lengi að vinna í því að svona kannski halda honum bara heilbrigðum. Já. Og ég hugsa oft sko að þjálfunin hans er raunverulega svona í hugunum að mér kalla þetta svona kortir í pík, það er að segja sko að viljum halda honum bara mjög heilbrigðum, meiðsla fríum, ekkert rosalega mikið álag, en hafa líkamann þannig að hann geti á svona 8-10 vikum komið sér í algjör toppform. Já, einmitt. Og núna gengur til dæmis þjálfunin út á mikið hraðaæfingum, plyometrics, svona sprengikraftsæfingum og high intensity þjálfun. Já. Við vorum að vinna mjög lengi í svona blue zone, green zone, svona zone 2 og zone 3 æfingum. Já. Svona það er svona undirbúningstímabil og svo þegar ég kom inn í það sem maður kalla camp, það sem er svona yfirleitt kannski 2,5-3 mánuðir, að þá förum við að auka ákæðina, intensityið. Ok, og nú, ég var að lesa bara eitthvað viðtal bara áðan við hann að hann sé að fara þá út núna í einhverja æfingabúðir á 2-3 staði eitthvað. Já. Ert þú með eða? Ég er ekki með í því. Nei. Ég hef gert það með honum aðeins, en núna er Gunni búin að vera svo ofboðslega lengi í frábæru standi að hann er svo bæði náttúrulega bara hans grunnstyrkur, hans grunnþol er orðið svo gott að það er auðvelt fyrir hann að hámarka. Já, ok. Og þekkja væntanlega líkamann sem gríðarlega vel sko, og það er svona einn af hæfileikunum hans að þekkja líkamann sem mjög vel. En það er sko hann fyrir út núna bara í morgun var síðast æfingin okkar saman. Já. Og svo fer hann núna til Dublin, fer fyrst í smá keppnisferðalag með nokkrum keppendum úr Mjölni, Skotlands og eitthvað. En svo fer hann í bara svona að hitta þjálfarann sinn sem að heitir John Kavanagh og er í Dublin. Og svo hittust við í London viku fyrir. Og þá ertu með honum? Þá er ég með honum og þá tek ég bara bekki minn með og svona ferðabekkin og held honum heilbrigðum og við tökum nokkra æfingar og svona bara svona final touches sko. Já, en eins og þú veist þetta allt að ég þekki ekki hvernig maður stillir svona af og sérstaklega í því sem hann er að gera. Já. En þú veist, þjálfarinn hans horfir á eitthvað ákveðið. Ert þú líka bara eitthvað svona, þú veist, að fylgjast með og bara eitthvað herði, ok, ég þarf að kíkja betur á öxlina eða skoðið þið til dæmis andstæðinginn og eru bara herði, hann er svolítið að vinna í þessu, þú veist, þá þurfum við að styrkja þetta svo, eða þú veist, hvernig... Já, hann gerir það, já. Já, ég veit ekki hvernig ég er orðið þetta, en ég er svona, já. Sko, Gunni og þjálfarnir hann sjá algjörlega bardaga hliðina því. Ég þó sem ég hafi gríðanlega áhuga á því að þá er ég ekki með skilsett í það. Hann er með þjálfari þegar að greina andstæðingin og annað slíkt og ég kannski spyr hann, ok, nú er komin andstæðingur. Já. Er eitthvað sem þú sérð sem að þú vilt bæta gegn honum, akkurat, viltu kannski reyna að vera hans hraðari heldur en voru síðast, viltu hafa meiri styrk heldur en síðast eða veist, bara, það er kannski svona aðeins veist, þá tvíka maður það aðeins til. Eins og núna þá kannski er bara skilabúðin, nei, ég er bara á rosalega góðum stað, reynum bara að hámarka stöðun á mér í dag. Já. Og
og honum líður bara þannig að hann bara algjörlega réttir leið, þannig að þá erum við bara að gera það sem hefur virkað hingað til Já. og ekkert að fókusera á neitt, hann meðsla frýr, hann já, hann bara í helviti góðum málum sko, þannig að Og hvernig þessi anstæðingur sem hann heitir eins og hann fótboltamaður já, Man City Holland, sænski, Holland. Já, hann heitir Kevin Holland. Já, hann skrifaði eins og landi Holland. Já, akkurat. Já, hann þessi gæi svona mikill, hann búinn að berjast rosalega mikið, þessi gæi og viltur, mjög flottur, mjög öflugur, hefur unnið marga gríðarlega sterka, þannig að þetta er mjög krefjandi bardagi fyrir Gunna. Já. Þó svo ég hafi auðvitað tröll að trúa á okkar manni að þá verður þetta ekkert auðvelt fyrir hann, eins og allir bardagar eru, en þetta er bara mjög áhugaverður og skemmtilegur anstæðingur, mjög sko. Spennandi. Heyrðu, en þú hefur verið með einhverja Hollywood-leikara líka? Já. Ég las mér aðeins til. Þú last þér aðeins til. Ég aðeins, Jodie Foster og Kali Reis, þær voru náttúrulega í True Detective. Já, akkurat. Hvernig kemur það til og bara hvernig, hvað ertu að gera með þeim? Hvað er að gera með þeim? Já. Sko, þetta kemur eiginlega til svolítið af svona, þannig að í náminu mínu var ég með kennara sem að sem sagt bara svona, ekki fastur kennari við skólan, þetta kemur inn í ákveðin námslótur hjá okkur og hún hafði verið að vinna fyrir stúdíó í Bretlandi sem heitir Pinewood Studios. Já. Og eitt stærsta svona stúdíóið í Bretlandi og eiginlega heiminum og hafði verið á setti sem svona eiginlega svona medic og líka aðstoða aðstoða leikara og leikstjóruna og þetta svoleiðis bara. Þannig að þegar ég svona að hugsa hvað vill ég gera því ég kem heim að loknu námi, þá var ég alltaf með þetta í huga að svona hafa aðeins puttana í kannski þessum heimi aðeins líka, með þetta bara áhugaverður, að vinna með svona fólki og það bara fyrsta sem ég gerði, ég kom heim að fór bara í símaskrána og hverjir eru framleiðendur í Íslandi og hafði samband við það og það í mörgum samningum hjá þessu svona stærstu stjörnunum að þau eiga aðgang að, alls konar þjónustu og meðal annars meðhöndlara sem ég náttúrulega en ég að sinna 2 hlutverkum eins og með Jodie að þá kom hún nokkur sinnum tími bara í svona hefðbundna osteopatíu, hún var ekki í þjálfun hjá mér. Nei. En hin aðaleikonan Kaylee, hún er og var 2-faldur heimsmeistari í boxi, þannig að hún var gríðarlega mikill íþróttamaður og hennar hlutur krafðist þess að hún væri þykk og mössuð og sterklega byggð, þannig að við lögðum gríðarlega mikla áherslu á það að við æfðum alltaf 2 í viku og saman og hún kom til mín og svo bara sinntum við því bara eins og ég gerum með íþróttamennina mína, ef að sé eitthvað, mjög eitthvað, þá sinnum við því líka. Ok, en svo sá ég Gerald Butler. Já, það var aðeins öðruvísi verkefni, sem sett True Detective var yfir 8-9 mánuði sem þau voru á Íslandi, þannig að þær voru að koma alltaf til mín, þannig að ég var ekki að fara á settið. En með Gerald Butler þá var ég á setti bara með honum frá bara sótt hann á mótnana, ég var með honum allan daginn, bara frá 7 mótnana til 11 kvöldi í 3 vikur. Að gera hvað? Bara að halda honum heilbrigðum. Segja brandara og... Já, ég meina, þetta er, ég veit ekki, þetta er auðvitað líka að við erum manneskjur og við erum með, við erum ekki bara skinn og bein, við erum líka með huga og við erum líka í kannski stundum einhverjum tilfinningalegum flækjum og þá er gott að geta talað við eitthvað og það er líka bara hluti af jobbinu að ég er markþjálfi líka og þannig að við erum auðvitað bara ræðið alltaf milli heimis og jarðar og svo auðvitað líka voru að reyna að æfa, þetta var mjög svona busy schedule hjá honum, þannig að oft tókum við kannski sesjón á mótnana á bekknum og svo svona yfir daginn að það var kannski eitthvað sem var að plaga hann og ég var að hjálpa honum og svo þau komum heim á kvöldin að það var tekið annað sesjón
gríðarlegt álag á þessum leikurum, mjög mikið álag. Já. Þannig að það bara fyrir eftir, þú veist, Hvað fólk mynd var þarf, þetta? Hún heitir Greenland 2, sést, það þetta svona sequel, þetta Já, ok. kom út Greenland 1 fyrir nokkrum árum síðan. Já. Fólk tekkar á því bara, Já. sér það, geggjum mynd. Hann allan sætur. Finnst hann sætir það? Já, finnst það sætur. Hann ekki sætur þegar maður svona mikið með honum? Jó, mér finnst hann ógeðslega sætir, sko. Ég var alveg bara... Kiknar í njánum. Og þetta bara vinni mjöðmannum og öklunum og allt, sko. Ég sagði þetta var allt í mjöðmannum hjá hann var bara fóð beint á hann. Heyrðu, en ok, eigum við ekki að snú okkur að osteopatíu? Osteopatín, já. Já. Hvað er það? Osteopatía er meðhöndlunarform sem að vinnur á stóðkerfisverkjum. Allt sem að heitir einhvers konar verkir í líkamannum. Það eru við að vinna með osteopatar. Og þetta er, þú veist, þú ert að eitthvað nutta, teygja, hnykkja, eitthvað meira? Já, þú veist, það eru auðvitað ótrúlega margar, svona, við hugsaum bara ótrúlega mörg verkfæri sem osteopatar nota. Já. Án þess að þau séu fysikal verkfæri. Við erum ekki að nota laser, penna eða eitthvað hita eða tógbekki eða annað slíkt sem að sjúkraþjálfarar kunna vel að nota og nýtast þeim mjög vel. Við, eins og þú sagði, við hnykkjum. Kýrópraktorar, kannski það er aðal verkfæri þeirra, þeir hnykkja mest. Sinna auðvitað ákveðnu nutti og teygjum og öðru slíku líka. En ég er þarna einhvers veginn kannski svolítið á milli. Já. Þannig að veist, bara eins og þú komst náttúrulega til mín, ég man ekki eins og hvort ég hafi hnykkt þig, en nei, akkurat, ég var að skýrsluna. Þú veist eitthvað að toga og... Já, akkurat. Og hérna, já. Þannig að markmiðið kannski með osteopati er alltaf að veist, er að koma líkamanum þínum í ástand til þess að hann lagi sig sjálfur. Já. Og oft er það eitthvað sem að við þurfum þá að nutta, teygja, virkja, tækni sem að ég nota mikið, svona sérstaklega sem að við erum kannski undirbúa hnykkingu eða slíkt sem heitir MET, Muscle Energy Technique, sem að er þá bara spenna, slaka, teygja, það er svona... Já, þú losaði mjög mér þannig. Já, akkurat. Þú varst svona, setti líka svona í hring og svo eitthvað ítti á móti og svo slakaði og... Já, akkurat. Þannig að þá erum við að spila inn á svona, stretch reflex vöðvans, þannig að þegar vöðvið er búin að spenna sig, að þá hefur hann hæfileika til að lengja sig lengra næst. Eftir það. Já, og þetta heita PNF teygjur, ef fólk vil kíkja á það, þá getur við googlað PNF teygjur og það er það svona liðleika form sem að ég nota mest með mínum íþróttamönnum. Okay. Og út af því að til dæmis eins og með mjöðmina þína að stundum þarftu að segja ákveðnum líkamshluta þú mátt komast lengra, þú kemst lengra en það er eitthvað svona viðnám fyrir sem að getur verið vöðvinn sjálfur, það getur líka verið hugurinn þinn. Það er að segja að ef að sögulega þú hefur fengið verk við að gera þessa hreyfingu út af því að það voru ykkur meiðsli fyrir í vefnum að þá býr heilinn til raunverulega bara að hann markar þetta svæði. Hann segir, Silja, ekki fara hingað þá verður illt. En verkun er löngu farin og meiðslin er hugsalega löngu farin en hugurinn þinn er ennþá með þetta markar þetta svæði sem hættusvæði. Þannig að hann getur jafnvel framkvæma verk þó svo hann sé raunverulega ekki til staðar. Þannig að við getum nota þetta alls konar litlar hreyfingar svona, við kallum þetta svona introduce new range of motion, bara að kynna inn nýja hreyfingu sem að ég getur bara að tala við þig, sagt, Silja, finnur þú getur alveg farið hingað, hér er engin verkur og þetta þarf að gera yfir ákveðin tíma, jafnvel, þú gerir þetta sjálf eða ég gerir þetta fyrir þig og með þér og með tímanum að þá erum við að búa til, við erum að afná þetta hættusvæði í heilanum og segja, já, hér má alveg fara, hér er engin hætta lengur. Nei.
En þegar þú ert að vinna með einhverjum, þú veist, eins og sagðir, svo gerir þú kannski sjálf eða eitthvað, fá þau svona einhver tæki frá þér, bara eitthvað, þú veist, gerðu þetta nokkur sinnum í vikunni eða... Já, ég legg mikla áherslu á það að ég reyni að útskrifa fólk sem allra fyrst. Ég er ekki að búa mér til kúna. Nei. Ég vil að þú hafir verkfæri eftir x marga tíma, veist, flestir eru kannski að koma til mín í svona 34 tíma og eftir það átt þú að hafa verkfæri til þess að sinna vandamálinu sjálf. Okay. Eða þá að komi veg fyrir að það komi aftur. En stundum tekur það eins lengri tíma, fleiri tímar eða jafnvel færri tímar. En markmið er alltaf að útskrifa fólk eins fljótt og hægt þannig að standi bara, öll sjálfstöð til að sinna þessu sjálf. Já, þegar þú varst að lýsa sig að þú væri með svona mörg verkfæri, þá sá ég fyrir mér svona að þú væri svona bifvélavirki að gera við bíl og svo bara, já, þetta er vandamál, þá þarf ég að taka þetta úr kistunni og eitthvað þú veist, og þetta úr með svo mörg verkfæri í raun og veru. Algjörlega. Og það er það sem er svo skemmtilegt við mitt starf er að ég veit aldrei almennilega hvað er að fara að gerast, þú veist. Ég sé eitthvað svona vandamál sem að kannski ég þekki, ég sé þetta ofta áður og ég byrja að hreyfa þig til og láta þig gera kannski einhverjar æfingar og annað slíkt og það er bara eitthvað nýtt við þig, út í því að þú ert með stuttað, langa leggi, þú ert hlaupari, þú ert lyftingamaður, þú ert skrifstofamaður, þú veist, þannig að ég vil horfa á svona 360 gráður á lífið þitt, ekki bara endilega hvar verkurinn er. Þannig upp í fyrsta tíma til dæmis hjá okkur, hjá mér, þá erum við alltaf að leita af uppruna vandamálsins. Af hverju er þetta að hugsalega koma aftur og aftur? Þú veist, ef þú bara dast ekki á olnboganum og meittið í olnboganum, þá vitum við hvað gerðist. En ef að eitthvað svona, er að koma aftur og aftur, hefur verið jafnvel langan tíma, við getum kannski hjálpað þér mjög tímabundi að við líða eins betur, en svo munum þetta bara koma aftur. Einmitt. Þannig að við viljum skilja alveg bara rótina af hverju þetta gerist. Já, ég þarf að koma með sonum minn til þín. En hvernig er þetta nám? Út af því, þú veist, þetta lítur að vera svolítið, svona, stór pakki. Já. Hvernig er þetta svona uppsett? Þú varst allavega mikið í Svíþjóð. Já, ég lærði í Gautaborg, námið mitt var sett upp þannig að þetta voru lótur sem ég fór út í svona viku, 10 dagar og þá var þetta bara mjög intensiv í þessa daga en það var þannig uppsett að svona kannski svona fyrstu 2 árin voru rosalega mikið svona akademískt, það er að segja vorum kannski vorum í lífeðlisfræðinni, vorum í sjúkdómafræði, vorum í alls konar svona, kannski svolítið svona eins og grunnnám lækna eða sjúkraþjálfara og svo svona seinni 2 árin þá var þetta miklu meira svona að þjálfa kannski upp hendurnar hugsa svolítið svona þrídimensional, þrívítt að það er að segja ef ég er með vöðva hérna, tökum bara bíseppin sem dæmi, allir þekki bísan að þá er ég með hann gerir ákveðna hreyfingu en til þess að hann geti gert einhverja hreyfingu að þá þurfa jafnvel einhverjir aðrir vöðvar að halda á móti, við erum með taugar sem að stjórna þessum vöðva ég þarf að þekkja úr hvaða liðbili það kemur þannig að veist, og þetta er alltaf bara að læra kírópraktar og læra sjúkraþjálfarar mjög vel líka og svo er það eins og ég sagði áðan, er þetta kannski bara svona kognitíft, er þetta kannski bara huglægt að Silja á alveg að geta gert þessa hreyfingu, það er ekkit að hálsinum, það er ekkit að neinu öðru, þá er þetta kannski bara huglægt, þú bara er búin að markera þetta í höfðunum og hérna komi verkur eða slíkt. Þannig að eða þetta sé þá einhver þrenging í hálsliðum eða á leiðinu út í handlegg, þannig að þannig er ég að tala um þessa þrívíðu hugsun að ég hugsa hreyfingu alltaf þannig að hvar í ferlinu er villan eða þrengingin eða vandamáli sko. Ok, og þú ert að sjá þetta fyrir, er það ekki? Já.
Ok, út af því að þegar ég var á bekknum hjá þér og þá Já. varstu svona að rugga fætinum eitthvað svona og þú varst með svona einhver svona störu eða þú veist, þú svona horfðir eitthvað svona upp svona eins og þú væri svona, þú veist, ég sá þú varst að hugsa, sko, mér varst að smá fyndið, sko. Var það óþægilegt? Nei, alls ekki, nei, en þú veist, ég sagði bara, já, ok, hann er að lesa hvar viðnámi kemur eða eitthvað svona, mér fannst að ég svona tók eftir því, sko. Já, ok. Já, gaman að því. Já, ég veit ekkert hvað ég er. Stundu fer ég alveg bara, veist, svona inn í mjöðmina á fólki, inn í öxlina á fólki, bara svona, veist, hér er eitthvað að, en því ég er kannski ekki endilega að hugsa, sko, jú, veist, ég get alveg farið í huganum gegnum, skilur, hvaða taugarstjórn og hvaða útlim og allt þetta, en það er bara eitthvað svona tilfinning sem maður er komin með, þú veist, bara hér er einhvern veginn ekki allt að virka, þá fyrir maður að, veist, horfa á, skilur, veist, er eitthvað að tósa í sem á ekki að tósa í, veist, þetta er eitthvað svona þjálfun sem að byggir samt á svona mjög akademískum grunni og það er það sem ég elskaði við námi er að það er bara farið frá frumu leveli yfir í bara algjörlega hreyfingu, sko. Já, eru margir osteópatar á Íslandi? Já, ég veit ekki hvað fólki finnst margir, ég held við séum eitthvað 15, 16, 17 eitthvað þar núna. Ok. Já. Finnur þú fyrir fordómum? Fordómum? Nei, ég finn ekki fyrir fordómum. Þú veist hvað ég á við? Já, ég skil hvað við. Já. Sko, já, eða sko, hvað ég segja, málið er bara eins og með osteopati og eitt sem ég sagði ekki á með þessi verkfæri, eins og til dæmis höfuðbeina og spjaldhryggsmeðferð, sem að ég veit að fólk kannast kannski aðeins við, sem heitir cranial therapy, að þar er verið að vinna með hluti sem að eru ekki rannsakaði nógu mikið. Það er ekki, ég get ekki sagt hér er rannsókn sem að teki á 10.000 manns, double blinded, allt þetta sem að við þurfum að hafa til þess að gera rannsókn, marktæka. Ég get ekki sýnt til svoleiðis rannsókn. Nei. En ég get sagt þér að ég persónulega á mínu eigin skinni hef fundið mikinn árangur hvað mig varðar og ég get sagt að þetta hafi hjálpað mörgum á mínu viðskiptavinum. En hvað er það? Ég hef ákveðna hugmynd um það, ég læri svona þýrið, þú veist, á bakvið þetta, en í enda dagsins að þá er þetta samt bara svolítið huglægt. Já. Þannig að það er alveg mikilvægt að svona, þegar maður fer inn í svoleiðis meðferð, er að vera bara svona auðmjúkur að segja, veist, hér er eitthvað sem ég veit ekki alveg af hverju virkar, en ég hef séð það virka og fólk hefur sagt mér að þetta hafi hjálpað þeim gríðarlega mikið. Þannig að við þurfum að, veist, í mínu fæi þarf ég að vera svolítið svona auðmjúkur fyrir því að ég get ekki skilið allt. Og það er það sem að kannski fordómarnir svona sem að ganga út á þetta, þegar við pælir orðinu fordómur, þú ert að dæma eitthvað áður en þú prófar eða skilur það, sko. Og ég aldrei spáði þessu, fordómur, já. Þú ert að byrja að dæma eitthvað áður en þú prófa það. Og þegar ég hef farið í gegnum þessa umræðu við lækna og ég bara skil þeirra rök mjög vel, ertu að vinna með eitthvað mænuvöku, mænuvökun þetta er bara eitthvað bull, skilur, hann hreyfist ekki neitt og eitthvað, og ég bara, já, það er allt í lagi, skilur, ég trúi því, ég sé þetta virka, mér finnst ég geta hjálpa fólki á þennan hátt. Og fólk kemur aftur. Og fólk kemur aftur, já, en það er líka bara munurinn á mér og lækni, mjög mikið munurinn á mér og lækni, ég er að reyna að bæta gæði lífsfólks. Já. Læknar eru sjálfsögðu að gera það, en oftar en ekki eru þeir bara að tryggja að fólk haldist á lífi og þeir eru bara frábærir í því, skilur, og bæja frá sjúkdómum og bara læknar eru náttúrulega bara algjörlega frábær starfstétt og ótrúlega miklu meiri þekkingu heldur nokkuð tíma ég, en ég er í gæði lífs. Já, þú ert að fókusa á það. Já, en gerur einhver svona ákveðin svona próf á íþróttafólki eða bara fólki yfir höfuð, þannig ég er að hugsa, sko, ertu með eitthvað sem að kannski, þú veist, við getum prófað, að fólk getur bara eitthvað, ég ætla að sjá hvort ég sé stífur í efri bakinu eða þetta eða eitthvað svona, oft er eitthvað svo leiðis, ég er að setja það svolítið on the spot, sko. Já, veist, ég meina,
Þú veist, eitthvað svona ákveðin test sem að þú notar mikið sem þú bara eitthvað, já, ok, þú veist, til dæmis þetta sýnir þetta eða eitthvað. Sko, ég er með ákveðin svona öryggistest sem ég geri alltaf eiginlega. Ok. Þegar að ég vil nota hnykkingar til sem dæmi, að þá ger ég ákveðin öryggistest sem heitir Spörling test, sem er bara að ég þrýsti á höfuðið í ákveðinu stöðu og ef það veldur einhverjum doða eða verkjum út hendur þá bendir það til þess að sé einhver liðbislækkun og einhver þrenging á einhverja taug, skilurðu. Okay. Og þá passa ég mig ennþá meira eða sleppi hnykkingum. Já. Sem dæmi, ég meina, geturðu beikt inn niður á snert gólfi, ég meina, en sko, málið er bara að ég hugsa miklu meira, sko, hreyfingu, og hreyfing er alltaf heild. Já. Þannig að þó að þú getur ekki, beikti fram á snert gólfi, það mun ekki gera þegar af lélum íþróttamanni. Nei. Út af því að það er svo margt annað sem spilar inn í. Þannig ég er miklu meira að horfa til þess bara ef ég væri með hlaupara þá horfi ég á einmitt, við tölum aðeins áðan, skilur, hann að ná að fara í gegnum internal external rotation og snúning í mjöðminni þegar hann hleypur. Munur á hægri og vinstri. Þannig horfi ég kannski á hreyfingu. Hann að ná að fara með fótlegginn langt vel fyrir aftan líkamann, þar kemur stóri rassvöðinni, gluteus, medius, maximus og annað slíkt, hann gerist fyrir aftan líkamann mest. Þannig ég vil tryggja það að hlaupari komist vel með fótinn fyrir aftan líkamann, til þess að hann geti nýtt kraftinn úr rassvöðunum sem best. Ef það er ekki til staðar, hvað það þá? Er það psoasin, er það iliacus, er það stífleikja, þá byrja maður, sko, bara setjum upp dæmi, ég er bara að horfa okkur aðeins að hlaupa og ég sé, ok, hann er ekki að komast með fótinn í gegnum líkamann, eða gegnum hreyfiferilinn, þá förum við á bekkin, við tekkum, er þetta quadriceps, er þetta framlæri svöðarnir sem er að hindra, er þetta eitthvað meira upp í mjöðminni, eins og við talaðum iliacus eða psoas sem margir þekkja, þannig að, jafnvel líka út af því að við erum, ef við hugsa hreyfingu, sko, þá erum við alltaf í snúning, við erum alltaf að snúa upp á líkamann. Já, tvista svolítið. Við erum að tvista mjög mikið, þannig þá, ef ég er ekki að sjá vandamálinn þar í fótleggnum með mjöðminni, þá fyrir ég að hugsa, er eitthvað í gangi í öxlina á honum? Þá er yfirleitt opposite, þá er alltaf hægri mjöðm, vinstri öxl. Já. Hugsalega ekki að fara nóg langt, eitthvað vandamál þar. Já. En út að tala iliapsosis og... Já. Iliapsos. Já. Er mér finnst svona eins og það sé svolítið stífur vöðvi á mörgu íþróttafólki og maður sér líka á hlaupurum því þá hlaupaðu svolítið sitjandi og svona eitthvað. Hvernig getum við unnið með það? Psoas á að vera stífur. Já. En hann á að geta lengst hins vegar, sko. Okay. Það munur á að vera stífur og sem sagt með hann á að vera stífur, hann á að geta performerað, búið til afl í stífleika. Það eru alls konar teygjur, margir þekkja sófateyjuna, það er svona... Hvað maður að halda henni lengi? Þú átt ekki að halda henni lengi, þú átt að gera PNF-teygjur. Þú átt að hreyfa þig inn og út úr teyjunni, fara inn í spennu, ef við hugsum bara, við séum búið til eitthvað svona teygirútínu, þá getur þú bara farið inn í smá teygju, kannski 50% af max teyjunni, reynt að virkja rassvöðan, spenna rassvöðan, skjóta mjöðmina aðeins fram, halda í 5-7 sekundur, slaka á út úr teyjunni, fara lengra inn. Þetta getur gert svona 3-4 sinnum, þangað til þú ert komin inn í eitthvað sem við kallum bara end range, hann bara vill ekki fara lengra. Nei. Og þá skiptir fót. En þú veist bara, ég veit að foreldrar tala mikið um eitthvað, þau eru ekki látin teygja og eitthvað eftir æfingar og sumum húsum er bara mjög kalt, þannig að maður er ekki að fara að setjast niður og teygja í þeim. En þú veist, hvað getur við verið með einhver skilaboð til, ég veit ekki, krakka eða foreldra eða eitthvað, þú veist, hvernig er sniðugt að gera þetta, þú veist,
static teygjur eða hreyfiteygjur eða þú veist svona. Já, þú veist, það alveg svona svolítið munur á static teygjum þar sem að svona við erum að halda einmitt spennu, halda teygju 60-90 sekundur eitthvað slíkt. Sko, ef ég man rétt þá sem sagt það mikið fylgni á milli sem sagt recovery, endurheimtar og static teygjur. Þannig að ef þú vilt fá endurheimt, þú veist að jafna þig fyrr eftir æfingu, þá gott að gera static teygjur, halda 60-90 sekundur. En ef þú vilt búa til eitthvað sem heitir liðleiki eða mobility, að þá munur static teygjur ekki hjálpa þér við það. Nei. Og ég vil miklu meira fá mobility, hreyfi getu heldur en recovery, recovery mjög gott skil, við þurfum að hámarka það alltaf, en í hvað þetta varar, ef þú hefur 5 mínútur, notaðir miklu frekar í hreyfiteygjur heldur en static teygjur. Ég horf alltaf á svona, þú veist, þessa uppbytun og skokka og þú veist, gera eitthvað svona og taka svo hreyfiteygjur og einhverja svona æfingar. Akkurat. En svo finnst mér svona, þú veist, ok að taka static teygjur eftir æfingu, því þá erum við að tala um recovery. Já, akkurat. En hvernig eru static teygjur recovery? Það hjálpa næringarefnum að komast að vöðvunum með betri móti. Og þá erum við að svona teygja og opna. Já, við erum svona teygja og opna. Svona anda, leyfa þess að anda. Bingo, akkurat, það svona einmitt, ég hugstu þannig, sko, að þá erum við að leyfa, hann er að anda betur vöðvin, þannig að það myndast meira blóðflæði og næringarefnin koma fyrr að vöðvunum til þess að byggja hann upp á nýtt, sko. Þannig að gæti fólk sem að vill bæta liðleikan, það gæti, þú veist, bara heima. Já. Það gæti kannski bara, ég ætla að taka smá sessjón og tekur það kannski smá hreyfiteygjur og svo kannski tekur það bara static teygjur. Já, veist, það sem að, veist, myndist á einmitt sófateygina, veist, okkar líf rosalega mikið í sitjandi stöðu, þannig að við eigum það til að missa, sem sagt, við stífnum upp svona á mjaðmarsvæðinu, en það sem kannski versta við það að styttast hérna að framan að við missum þó oft eiginleikan til þess að spenna rassvöðvan. Já. Þannig að við hugsum, sko, þá myndast ákveðið svona reipitóg. Já. Þannig að bara sem dæmi, veist, þetta mjög merkilegt og þetta mjög gott fyrir fólk að vita að ef ég æfi bísepvöðva, bara tökum hérna krull, til þess að ég geti gert þessa hreyfingu þarf vöðvin á móti þríhöfðin, tvíhöfði og þríhöfði, hann þarf að slaka á. Antagonist og agonist. Agonist og antagonist, akkurat, nákvæmlega. Ég sér fræng. Sérðu vel gert. Kemur ekki að tóma kofinu í Silvíunni, sko. En skilur, ok, þannig að einn þarf að slaka og hinn þarf að spenna. Akkurat, nákvæmlega. Þannig að hæfileiki, hreyfi geta fólks veltur oft mikið á þessu. Þannig ef ég ætla að hoppa upp og grípa bolta, þá þarf ég að vera, skilur, með samhæfingu til þess að geta það. Þannig ef ég bara, æfi 5 daga vikunar bísepvöðvan, skilur, og svo tek ég 1 dag með þríhöfða, þá læra þeir ekkert að vinna saman. Skilur, annar bara öðlast miklu meiri styrk og meira sér því ég hugsalega að fara að gera þríhöfðar hreyfinguna, að þá bara nægi ekki að slaka á bísepvöðvanum. Þá myndast þetta reipitóg, sko. Þannig að hreyfi geta veltur oft mikið á þessu að antagonist og agonist séu að læra að vinna saman, annar slaka á hinn að spenna. Þannig að þessuna talaðum eins og mjöðumina. Ef að annað stutt og stíft, þá náum við ekkert alltaf að spenna rassvöðvann. Það þetta reipitóg sem myndast. Og það endar svo nánast eiginlega alltaf ef maður sér mjög skýrt dæmi á milli þess stífur að framan og veikur að aftan, þá mun baki þurfa að taka við álægin. Ég held að það sé hjá mér. Það rosa mörgum. En svona iljar? Iljarnar? Já. Sko, iljarnar. Já, ég hugsa bara svona, iljarnar bara svo dekka á bíl, skilur. Þetta einu snerti fyrir bílsins, skilur. Þannig að það sama hversu öflugu vélin í bílnum, ef að dekkin eru slétt þá bara spólar hann, skilur. Þannig að ef að iljarnir eru ekki virkar, þá náum við ekki að hámarka power outputu okkar
og þá kemur, það svolítið mjög skýrt dæmi það sem við kallum power leak. Já, þú hefur talað eitthvað það. Já, ég var að tala það. Það svona power leak, sem sagt, ef við hugsum hvað power leak, þá erum við að hugsa, ef ég gerir hreyfingu, að þá vill ég vita, til þess að geta hámarka hreyfinguna, þá vill ég vita hvar veiku punktarnir eru. Þannig að þá skoðum við, erum við ekki með nægilega sterka rassvöða, sterka lærvöða, kálfavöða, er liðleikin ekki til staðar til þess að geta farið þægilega í gegnum hreyfinguna. Ok, ef það er allt optimal, þá skoðum við iljarnar, eða ég byrja ofta á iljarnum. Hvað ertu að skoða? Þú sagðir eitthvað aðan, ég ætla svo mikið að muna það, sko. Þú sagðir eitthvað, vaff, ekki viðnám, nei, ok, hvernig skoðar þær? Hvað þurfum við að gera? Það til dæmis, við erum með sterka fasju undir iljarnum, sem heitir plantar fasciitis. Nei, plantar fasciitis er þetta sjúkdómur, bara plantar fasjan. Já, hún fer undir ilina og festist einhverstað á kálfanum. Já, fer svona upp í sóleusinn. Já. Og hún er við getum geymt alveg gríðlegt afl í henni. Það er að segja, og náttúrulega öllum sínunum og liðböndunum sem eru undir. En ef við hugsum að við séum með stóru tætnar okkar vísa inn eða út. Þú ert að benda út, sko. Já, ég er að benda út. Já, hvort er það? Það eru margir sem að, ef þú horfa á tætnar okkar, táin bein, stóru táin, eða leitar hún aðeins inn. Ok. Út af því að við erum alltaf, þetta er neitt aðalega við konur. Já, ég er ekki að fara að sýna þið mínar, sko. Nei, ok, ekki sýna þið. Nei. Bara eftir, kannski. Nei, frálsí, ég vil að tá fóbíu. Ég held ég að við séð það í dag reyndar. En allavega, þá það getur verið dæmi power leak. Vegna þess að ef við hugsum okkur hvernig við lendum, ef við hugsum að þetta sé hællin okkar, þá lendum við á jörðinni, og svo eigum við raunverulega að rúlla frá hælbeni út á jarkan yfir á stórutanna og spyrna með stórutanna tilbaka. Já, við lendum að jarkanum hana litla táin, þú veist. Já, við förum í áttina að henni og svo rúllum við yfir á stórutanna og spyrnum okkur af henni raunverulega. Já. Ef að stórutáin sé inn. Ég er að brosa út af því að sprettli bara lenda aldrei á hælunum. Nei, akkurat, nei, nú er ég bara, skilur, að hugsa eða freka kannski gangi, skilur. Já, ok. Ef þú bara horfir á hvernig svona mannveran á að ganga, þá er þetta svona sirkabót, þetta er ekki með spil. Nei. Þannig að, ok, ef að ég fer í gegnum þennan hreyfiferil og stórutáin nær ekki að spyrna út af því að krafturinn hennar er ekki tilbaka, heldur út af því að hreyfingin, skilur, út af því að táin er inn, hvað gerist þá? Þá fáum við yfirleitt verk innanvert á lærið eða utanvert á mjöðmina. Innanvert á hnéð? Innanvert á hnéð, út af því að spyrnan okkar er alltaf út. Þá hleypur fólk með fótinn svona út. Já, þannig að spyrnan er ekki hingað, heldur svona. Já, út af því að við náum ekki að nota stórutanna. Já. Og þú veist, fólk, ég hef eitthvað svona hangla á gólfinu og þú ert að pikka það upp eitthvað svona til þess að styrkja. Já, það er mjög góð, bara sem ég nota bara mjög mikið. Bara að koma virkni og það er yfirleitt þannig hjá fólki sem með svona vandamál að það byrja bara að krampa í ilin eftir svona 3-4 skipti. Já. Herðu, beinhimnubólga. Já. Ég er að þjálfa svolítið að sprettli brum, sko, þú veist, og þau eru náttúrulega í gattaskóm, þannig að þú ert ekki með, þú veist, þetta mjúka undir og svo er, þú veist, kaldar úti og eitthvað, þá yfirleitt finnst mér að koma meira. Já. Hvað á ég að gera við þetta, fólk? Hvað átti að gera við það? Sko, það er búið að rannsaka þetta gríðlega mikið, skrifa ritgerð þetta í skólanum. Þar sem vorum að gera svona samanburðar rannsókn á mismunandi meðferðum. Okay. Engin aðferð skilar raunverulega kannski betri árangur en næsta. Okay. Umfram hvíld. Því miður. Hvíld, já. Við erum að byrja að keppnistímabili. En sko málin alltaf með beinhimnubólgu er að hún er ekki hættuleg. Nei. Þá er ég að tala fyrir
Jú, skilur hættuleg, jú, það reyndar gæti þetta veikt beinið, en þá erum við að tala um bara ekstrím, skilur dæmi, sko. Stressfraktur og svoleiðis, sko. En fyrir langflesta þá þetta alltaf bara vont. Já. Og þá fyrir ég allan að hugsa miklu meir við ætlum að passa upp á það að þessi aðri sé ekki að búa til hvað heitir það, svona compensation patterns, það að segja sko að við förum að fara fram hjá verknum með einhverjum röngum hreyfingum og það getur þá bara búið til önnur vandamál. Þannig þá hugsa maður, herrðu, ok, veist, þá ekki kannski betra að minnka álagið á keppnismanninn til þess að hann búi ekki til vandamál annars þar líkamannum, eða bara að segja, herru, bara hlaupt eins og getur eins og oft og vilt, skilur, og hætti bara að væla. Ok, en hvað með nutta og kæla? Nutta og kæla, já, það var einmitt hluti af þessari ritgerð hjá mér rannsóknum, að það mun hjálpa. Já. Mjög, já, það fylgni með því að það hjálpi. Nutta, beinhimnubólga að það himna utanum vöðvan framan til sem að festist í beinið og þegar að vöðvin spennist þá hann að tosa í beinið svona mikró og það utan á öllum beinum okkar periost sem umlega himna og það það sem að tosast og það myndast bólga. Átt að nutta fast við, þegar ég var með þetta þegar ég var yngri, að þá var tekið bara eitthvað svona járn, áður en að járnin komu til og ég bara beiti handklæði og þau bara nuttuðu þetta og ég hef bara ekki fengið þetta síðan. Nei, sko þá hugsunar bak við það að þú ert að búa til þú ert að rífa upp bólgumynduna sem til staðar, búið til nýja bólgu sem að þú vinnur svo úr. Okay. Það að segja að ég ætla bara að segja, ég engin mikill sérfræðingur í þessu. Nei. En já, eins og þú segir, nutta fast getur búið til meiri bólgusvar í x tíma og svo kannski ferð þú þá bara, ég geri þetta á mánudegi og ég ætla bara að hjóla þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag og svo ætla ég að byrja að hlaupa. Já, þannig að þú setur ekki álag, þetta leyfir líkamanum að laga sig á þessum tíma til þess að hann sé þá bara sterkar og tilbúnar en næst. Kæling, aftur, verkjastilling meira heldur en kannski eitthvað að hjálpa vefnum að vera sterkari og betri. Veistu hvað ég gerði þegar ég var þú veist, maður var náttúrulega bara íþróttamaður, þetta var vont og maður bara, ég bara prófa allt, bara ég verð að laga þetta og ég svaf, það tók ég og ég borði ekki smjör, ég snert ekki smjör, ég tók smjörlíki og bara á legginn og ég setti laxerolíu og svo setti ég plastfilmu og fór svo í ullasokka upp á hné til þess að halda þessu heitu og ég var bara, já, þetta fór. Þú veist, ég gerði þetta bara í svolítið tíma og eitthvað, en þú veist, og þetta líka bara, ég held að þetta snúist líka bara, ég veit ekki núna hvort þetta virkaði, en þetta virkaði samt. Já. En þú veist, svo bara líka bara gott ef maður trúir einhverju og þá fer eitthvað healing að stað, sko. Já, og ég, talandi það, að ég nota þetta mjög mikið, þú veist, power of healing, skilur, að trúa því að þú sért að verða betri hefur bara gríðarlega áhrif og svo eins og þetta með þess að gera, setja olíu á þetta og smjörlíkið og þetta, þá maður náttúrulega svolítið svona eins og maður bara henda vaskinum í þetta, skilur, maður bara setur allt í gang. Já, bara koma svo. En vandamáli við það þá þegar þú kemst út úr vandamáli bara, nú veit ég ekkert hvað af þessu virkaði, skilur. Nei, ég hef ekki tími í það, ég er íþróttakona. En góðu við að þetta virkaði fyrir þig, þannig að var það nuttið, var það smjörlíkið, eða var það olía, en var það bara kannski ullasokkarnir, eða var það kannski bara það að þú bara varst að hugsa þetta og veist, það veit það ekki. Ég reynir alltaf að segja, sko, fólki líka, þú veist, að halda hita á þessu og eins og, ég veit það ekki bara, það voru bara leiðbeiningar sem ég fekk, en líka, sko, verið einhverjum svona mjúkum skóm. Út af, þú veist, alltaf til að minnka höggið, ég spáði svolítið í högginu, þú veist, eins og krakkar eru til dæmis á sokkunum í skólanum, sko, þú veist, ég myndi það bara að þið væri inn í skóm.
En þú veist, þetta bara svona, kannski bara einhver myths, ég veit það ekki. Nei, ég meina, það ástæði fyrir því að maður fá þessar ráðleggingar frá fólki, ég meina, sem að hefur verið í bransunum lengi, ég meina, við áttum alveg frábæra þjálfara og íþróttmenn fyrir 30-40 árum síðan, sem voru ekki með tæknina sem við erum með í dag. Nei. Af hverju voru þeir svona góðir? Þið fengu kannski bara þessar ráðleggingar og þetta virkaði. En ég ætlaði líka að segja þér út af þú veist að tala þú veist, bara svona hugbóðinn og að trúa á þess að að ég nefnilega fóbrotnaði illa og fór í nokkra aðgerðir og ég með taugaskaða og ristinni. Og bara, ég er alltaf, ég er með verki núna, sko. Núna til dæmis, ég verður rosalega kalt, þannig ég er nú með kalt, bara. Ég er bara að frjósa á þessu svæði og ristinni bara núna, menn ég siti hérna. En og það er ekki kalt hérna. En sko, ég fekk það var einhver sjúkraþjálfari sem sagði þú veist, þetta er svolítið bara svona taugabóðin og eitthvað og það var einhver rannsókn í Ástralíu eitthvað, en ég fekk eitthvað svona YouTube link þar sem að vera að útskýra, þú veist, að þú verður bara svolítið svona að reyna að stjórna þessu, sko og þú veist, ég fór í það og svona, þú veist, ég var alveg haltrandi en svo er ég bara eitthvað, ok, ég verð bara hætt þessu, ég verð bara að venjast þessu, ég verð bara að sætta mig við hennar verk en ég má ekki láta stoppa mig, ég má ekki heldur eins og talaður örgulega þá sem þetta Power League að breyta hvernig ég labba út af því ég er að hlífa þessu því þá náttúrulega koma bara vandamál annars staðar. Þannig að ég svona var hugsað til þess þegar þú varst að tala um þetta aðan. Sko, ristaðin á okkar eru sem sagt mjög tilfinningaríkt svæði. Mikið af taugum og líka sem sagt við erum með mest af proprioceptive taugum í iljónum okkar. Já. Og proprioceptive taugar skilja svolítið svona hvar hvernig fóturinn á að bregðast við mismunandi undirlagi. Það er að segja sko að ef þú ert vön að ganga á tánum, skilur að þá ert ekkert alltaf að drepast í tánum þó svo að ganga, eða alltaf að snúa þig, þó svo að undirlagið sé mismunandi og þú ert ekkert endilega að horfa á undirlagi. Þetta eru skyntaugar sem að meta hvernig undirlagið okkar er. Já. Þegar að við fóbrotnum, þegar við lendum í brjósklos og annað slíkt, þá fer þessa proprioceptive taugar svolítið úr lagi og við förum að skynja umhverfið okkar öðruvísi. Þannig oft sem að, ég veit ekki hvort þú hefur lent í því að allt í einu byrjar að bara sparka í, skilur, bara smá hækkun á okkur gólfi út af því að, ég veit ekki, lentur í því það? Nei, kannast ekki það. Það er margir sem kannast við þetta, sérstaklega eftir brjósklos, að þá svona finnar ekki alveg hvar fóturinn er einhvern veginn. Það er ekki endilega verkur lengur, en bara fóturinn er bara einhvern veginn ekki á sama takti og hinn, þannig að maður er að sparka í eitthvað, að reka sig í og eitthvað svoleiðis. Það er það sem við getum þjálfað upp. Og það eru mismunandi taugar sem skynja hvar fóturinn er, mismunandi taugar sem skynja hvort það er heitt eða kalt eða þrýstingur, mikill þrýstingur, lítill þrýstingur. Og þetta getur þú þjálfað upp. Svo er lokin með þetta. Allt sem að þú veitir athygli vex og dafnar. Ef að þú ert alltaf að hugsa ristin, ristin maður, ég vildi ekki fóbrotna eitthvað, skilur, ferð að búa til eitthvað svona möntru, nú stegi ég á þetta og skilur eitthvað, að þá mun svæðið bara eitthvað, yes, ég er að fá athygli, sendum hérna, látum Silju algjörlega að finna fyrir því að ég er til, skilur, þannig að ég er ekkert að segja að þú er að ignora þetta, skilur, en bara svona, bara meðtaka, já, hér er verkur, ég ætla bara að halda. Já, hann er þarna. Og þegar, til dæmis, ég fóbrotna, sko, þá segir læknirinn mig, það eru fótalæknir, ég var mjög klók að komast að hjá honum, það er önnur saga, en þá segir hann, já, þú getur ekki hlaupið aftur. Og ég var alveg bara svona, ok, en á þeim tíma þá lést barnsfæðir minn, sko, þannig ég var alveg, já, ég þarf ekki að hlaupa, ég er á lífi, þú veist, það er bara fínt, eitthvað. Og svo svona örugglega 2 árum seinna, þá var ég bara allt í einu, veitu, hvað er hann að segja, ég geti bara ekkert hlaupið, þú veist, þannig ég fór út að hlaupa, en þú veist, haltraði 2 daga eftir og þú veist, og svo bara svona vandist það, þannig þú veist, bara hreyfinleikin kom í og eitthvað, en þú veist, ég var alveg svona smá hissa eftir á hvað ég var ógeðslega bara allt í lagi. Veist, ég þarf ekki að hlaupa, veist, og ég fór náttúrulega bara í þetta, bara, ég er á lífi, veist, bara, það er skárra. Það er bara frábært. Nei, veist, ég meina, ég hef aldrei,
ég á rosalega, út af þegar ég fæ svo rosalega mikið fólki til mín sem að segir þessa sögu sem þú ert að segja. Já. Ég fór að hitta lækni og hann sagði ég mun aldrei geta gert þetta aftur. Einmitt. En mér langar að geta gert þetta aftur. Einmitt. Og ég segi aldrei neitt slíkt. Nei. Veist, ég svona, var alveg gaman að taka þetta debate með læknum. Af hverju þeir segja þetta svona reglulega? Já. Þetta bara til þess að halda fólki frá ákveðni hreyfingun þannig að sé ekki að koma aftur inn í heilbrigðiskerfið? Eða þetta, trúa því raunverulega að þú myndi ekki geta hlaupið aftur? Eða hann að reyna að væntingastjórnun? Væntingastjórnun, já. Það geti verið, en þá segir þau bara, það gæti verið erfitt fyrir það að hlaupa aftur. Já, það mun taka því langa tíma að byggja upp styrk og þrek og til þess að geta fara að hlaupa aftur. En ég full að trúa þér. Akkurat. Þannig hugsa ég. Ég er bara verkfæri sem osteopati og þjálfari til þess að þú geti gert það hluti sem þú vilt geta gert. Og ég ætla að leggja mig allan fram með það að geta hjálpað þér. Já. Herðu, en að vinna með einkenni, sársauki viðnám, ég hef heyrti segja það, vorum við búin að tala um það? Nei. Sársauki viðnám. Sársauki viðnám. Já, þetta svolítið svona áhugaverð pæling. Við geymum í líkamanum okkar alls konar fyrirfram ákveðnar hugsanir og hreyfingar sem að munu valda verk. Ok. Og þá förum við aðeins inn á þetta sem við vorum að tala um áðan, að ef að þú ert búin að markera einhvers staðar í heila dinglum áður að einhver hreyfing sé verkja, að þú fáið verk við að gera hreyfinguna, þá myndu fá verk við að gera hreyfinguna þrátt fyrir að vefurinn sé ekki að valda, það er ekki skemmt í honum. Ok. Þetta er bæði raunverulegt og svo er þetta líka náttúrulega bara huglægt. Þannig að ef ég er í viðnámi við einhverja hreyfingu, ég er í viðnámi líka bara við bara maka minn eða fjölskylduna mína eða eitthvað hliðis, ég er í viðnámi við vinnuna mína. Ok, ertu að meina að þú veist bara viðnámi, ósáttur eða? Já, ósáttur, það er sem ég fer bara í vinnuna alla daga og ég bara, mér langar ekki að vera þarna og þetta er ömurlegt. Og þá ertu í viðnámi. Þú ert að þú ert að streitast á móti einhverju en gerir það einhvern veginn samt. Þannig að allt sem er viðnám veldur einhvers konar verkjum. Hvort sem að þeir eru þá á andlega sviðinu, förum í kvíða, förum í burnout eða förum í einhverja geðveiki, hvernig sem við skilgrunum hana, eða þá við förum í verk. Þannig að stór hluti af því sem ég er að gera með fólki er að hjálpa fólki að fá sjálfstraust til þess að taka skref fram á við, að díla við verkina sína, að trúa því að það verði betra, taka til aðeins í sínu lífi, finna út það sem er að valda viðnámi og út af því að margir og ég veit alveg að fólk kannski hugsa, hefur kannski ekkert endilega hugsað það, en á bestu stundum lífs okkar, hvort sem það er að eignast barn eða gifta sig eða bara hvað sem þú metir sem besta stund lífs þíns, þá ertu ekki í verk. Já. Þegar þú ert einhvern veginn bara í flæði og þér líður vel og ert öruggur og annað slíkt, þá eru fæstir í einhvers konar verk. Það er ekki fyrir en að lífi verður erfitt, eins og þú lendir í að missa makaðinn á þeim tíma og svoleiðis, að það byggist upp þetta spenna í líkamanum okkar og við förum í viðnám við eitthvað. Þannig að því minni viðnámi sem við erum í, því minni verk erum við. Já, ok. Það er svona hugsunum með það. Ok, en sónæfingar? Sónæfingar, já. Ég veit þú hefur svolítið skoðanir eitthvað af því, sko. Já, ég bæði svona skoðanir af því og svo bara, mér finnst þú gaman að
pæla það sko. Já. En kannski ástæðan fyrir svona að vera að tala um það og svona stúdera það aðeins er að það eru margir að sinna sónæfingu og þetta er svona eitt af þessu svona, kannski svona tísku dæmi núna eða ekki, hefur fundið það eða? Mér finnst það að vera að minnka mér að segja. Það er aðeins að minnka kannski, já. En það er eins og þar, sko, þetta er náttúrulega ekkert ný fræði hvað sónin varðar. Nei. En svona í stuttumáli að þá ganga sónæfingar út af það að byggja upp hæfileika í líkamanum okkar til þess að vinna orku. Já. Þannig að það er eitthvað sem ég geri með mörgum íþróttamönnum og talandi Gunna að við höfum verið að taka svona stikkprufur hér og þar að gera sónin ákveðnu, í ákveðin tíma og tryggja það að recoveryð og hann sé fljótur að jafna sig eftir són 3-æfingu, hversu fljótur hann niður, hversu stabílinn er hann í sóninu. Segjum að þú æfir alltaf són 2 sem er kallað svona blue zone. En við erum að tala um sko hjartsláttin. Já, akkurat, það var að segja sko, þetta miða allt yfirlt út frá hjartslætti fólks, mjög einfalt að segja 220 pluss lífaldur, þá ættir að vera að koma með hámarspúlsiðin, það er svona bara svona mínus, eða ekki? Segir það ekki? Nei, mínus fyrir ekki, mínus, já, 220 mínus lífaldur. Já. Og þá færðu út einhverja tölu, segjum bara 180. Já. Og fertugur einstaklingur, svo hugsaðu, ok, són 1 er frá 50 til 60% af 180. Þá ertu í són 1. Són 1 er eiginlega bara svolítið svona sónið sem við lifum í kannski, svolítið, svona, bara hjartslátturinn er kannski aðeins hækkaður og þar eru við, þetta er kallar loft, háð þjálfun, aeróbik. Svo þegar við hækkum upp í 60 til 70 að þá fyrir líkaminn að auðvitað fyrir að anda hraðar og allt þetta og við þurfum gott hjarta og lungna fyrir ekki það, en aðalmáli er hvernig við vinnum orku. Þá reiðum við okkur á það að nota súrefni sem við öndum að okkur til þess að brjóta niður fitu sem orkugjafa. Okay. Svo alltaf því með herra sem við förum þá verða úrgangsefni við það að búa til orku það sem við erum að díla við. Já. Þannig að þegar við erum komið upp í són 4 sem við kallum, ég nota þessi yellow zone, þá erum við í svona 80-90% af hámars hjartslættinum okkar sem var 180 og þá erum við á svona mörkum þess að vera í því sem heitir loftháð eða loftfyrð þjálfun. Aeróbik eða anaeróbik. Þá erum við byrjað að reiða okkur meira á glýkogen sem er bara geymsla af kolvetni sem við geymum í líkamanum og glúkósa sem er í blóðun okkar. Þannig að fyrir að reiða okkur meira á það. Þá er því að við þurfum að vera lærri ákefð til þess að líkaminn fara að brenna fitu. Hann er ekki að brenna fitu þarna. Nei, minn brennir ekki fitu, sko. Ekki. Þá ertu að gera meira són 2 að Já, finnst það svo leiðilegt. Ég hef ekki þolið með því það. Ef þið langar meira í fitubruna, þá þarf þetta að vera á lægri sónum. Og ástæðan fyrir ég kannski fara inn á þetta er að fólk er yfirleitt að æfa of hárri ákefð ef það vill vera í eitthvað sem heitir fitubruni. Fitubruni fer ekki fram í hærri ákefð, það sem er bara alveg að djöflast sko. En þá kemur maður heim og bara eitthvað, þú vilt tók ég á því. Já, þú vilt tók ég á því. En són 2, ég var að reyna að hlaupa á því sko, og svo alltaf bara, nú þarf ég að labba og svo hlaupa, og svo labba, ég bara, oh my god, einhver sér mig sko. Nei, ég meina, en skilur, ég fæ þetta svo oft skilur, bara herru, ég fór bara svolítið hraðar í dag og því ég nennti ekki að vera á þessum hraða, mér fannst ekki að vera að gera neitt. Nei. Það bara, það er þá bara það er ekki það sem vorum að leitast eftir. Nei. Þannig að fólk er svo vant því að þurfa að fara á æfingu og verða bara ógeðslega sveitt og taka á því og svoleiðis. Já, mann vill líða eins og maður sé að nýta tímann vel. Já, en ef að markmiðið er að þú kennir líkamanum þínum að nota fitu sem orkugjafan, þá þarftu að gera það á lægri ákefð. Og svo aftur þegar við erum komin í efsta sónið
sem að þá zone 5 eða red zone sem að margir sjá á úrónum sínum, þá erum við hætt að nota súrefni við orkubruna og þá erum við bara að nota glúkósa og kreatínfosfat og það bara mjög stutt sem við getum verið í því zóni, kannski svona hámarki kannski 15 sekúndur eitthvað slíkt, en það líka bara all out, skilur, þá þarf þetta alveg að djöflast, sko, þess að ná þangað. Þannig að við þurfum, ef við ætlum að vera íþróttamenn, þá þurfum við að æfa þetta hvert einasta zón. Við þurfum að kunna að æfa þau og margir sem ég að þjálfa, að þeir eru rosalega góðir í zón 3 og 4, við erum mjög, við getum verið jafnvel lengi þar og svoleiðis, en svo þegar kemur í zón 2 og 3, að þá eru þið bara út allt, skilur, bara rosa flögt á milli zóna, geta aldrei verið á sama hraði einhvern veginn og lengi að recovera eftir því að vera kannski í 40 mínútur í zón 2, lengi að recovera, það merkið það að zóni bara, við þurfum að þjálfa það. Þannig að ég með Garmin úr alltaf, sko, og þarna, ég fór nefnilega í mælingu á Greenfit og það skemmtilega var að sónin pössuði við það sem Garmin úr mitt var að lesa, sko. Okay. Ég veit að gera það ekki alltaf, en það gerði hjá mér. En ég fór sem sagt á, sko, crossfit-æfingu og ég hef ekki búin að vera að gera það neitt, sko. Og eftir það þá kom recovery time 94 hours og þetta var á laugardaginn, nú erum við að hittast á fimmtudegi, miðvikudagur. Miðvikudagur, og ég var ennþá 9 hours left. Okay. Þú veist, ég er ekki ennþá komin. Og svo tókstu æfingu á hann. Já, en ég gerði ekki erfitt, en ég var bara mánudaginn bara, nú ætlum ég bara fyrir gufu og pottinn. Þú veist, ég bara eitthvað, Ég veit það, það ég var að tala þetta við Eygló í gær sem var hjá mér, sko, það eru margir með Garmin eða Whoop eða eitthvað slíkt, skilur, og þá kemur svona, skýrsla, þú átt að hvíla þetta einhvers tíma. Og nánast allir sem ég tala með bara eitthvað svona, Whoopi var að segja mér að hvíla í dag, en ég geta hlusta það eða þannig og bara jú, kannski bara er það alveg ágætt að hlusta aðeins á það, vegna þess að yfirleitt er ekkert vandamál að láta afreks íþróttamenn æfa nógu mikið, sko, og æfa hart. Það er að halda taumana og láta, hjálpa fólki að búa til gæðaæfingar. Og gæðaæfing getur bara einmitt verið farið í 20 mínútur göngutúr og farið í gufuna, skilur, það er bara gæði í því, þannig að næsta æfing sem þú fyrir að sinna, að hún verði optimal, þá áttu orku til þess að hámarka. Eygló talaði um þetta, hún fyrir 2 í viku göngutúr, það eru recovery dagarnir hennar. Akkurat. Hún gerir það og það er ekkert sem stoppa það. Nei, hún er besta liftinguna sem að Ísland hefur átt og bara eina besti í heimi. En 2 spurningar eftir. Hvernig þjálfa maður elít íþróttafólk? Hvernig þjálfa maður elít, fyrst að við vorum að tala um Eygló og fleiri. Að þjálfa elít íþróttafólk er óbúslega margþættu þetta, en það er svona kannski svona megin þema í því er að hvað mig varðar er að það er ekkert sem að vinnur consistency eða sem sagt samfellu í æfingum. Svona venjur og... Já, það er alveg bara, sko, hvað þarf ég að gera sem íþróttamaður og þjálfari einhvers að til þess að fá hann til þess að mæta á hver einustu æfingu næstu 4 árin. Hvernig þarf ég, út af því að við erum að horfa á ólympíuleika eftir 4 ár, hvernig get ég búið til æfingaprógram sem að kemur íþróttamannum alltaf á æfingu í 4 ár? Ertu að tala um svolítið motivation? Ég er að tala um motivation, ég er líka að tala um að passa að æfingarna séu fjölbreyttar, við erum að passa að æfingarna séu miðar að þínum bæði styrkleikum og veikleikum, vita hverju eru styrkleikaneinir, þjálfa upp veikleikana, þegar nær dregur móti eða keppni eitthvað, þá viljum við fara að hámarka styrkleikana hvað, og þá er þetta bara einstaklingsbundið. Ég veit alveg að Eygló
þarf ákveðna tegund af motivation til þess að mæta á æfingu. Gunni, við vorum að tala um Gunni og Eygló hérna, hann þarf annars konar motivation til þess að mæta á æfingu. Ef að Gunni verður of þreyttur, þetta of erfitt, að þá missir hann motivation. Hann, út af því að ég með honum 2 í viku, ef að ég pússa honum of mikið, að þá hefur það áhrif á bardagaæfingarnar. Já, keðjuna bara. Já, og hann bardagamaður. Auðvitað viljum við að hann sé sterkur og hraður og allt þetta, en hann fyrst og fremst bardagamaður. Já. Þannig að ef hann finnur mikið að það að hafa áhrif á bardagaæfingarnar sínar, að þá missir hann motivation hjá mér. Einmitt. Fattar þau? Þannig að þetta púsluspil. Þetta rosa púsluspil, þannig að það þarf að horfa á, ég hugsa þetta bara lang mest. Hvað getum við gert til þess að halda áhuga íþróttamannsins á sportinu, halda til þess að mæta aftur og aftur. Bara það að mæta á æfingu aftur og aftur, það mun búa til árangur. Consistency, samfella í æfingum. Þá kom alls konar púsluspil inn í. Já, það eru ansi mörg. Já. Ansi mörg. Herðu, hvað finnst þér core-æfingar? Og þetta síðasta spurningin, sko. Já, core-æfingar eru svolítið í þessu svona pælingaheimi sem að fórum að ræða á með þetta svona power league. Ég svona lærði fyrir mörgum árum síðan svona pælingu sem kallað from core to extremities. Extremities eru útlimirnir okkar. Já. Og core sem miðjan okkar. Og allur hringurinn. Já, allur hringurinn, nákvæmlega. Og þannig að ef að þú ætlar að flytja afl frá gólfi upp eða áfram eða eitthvað slíkt, þá þarf þetta afl að flytjast í gegnum miðjuna þína. Ef þú ert með lyftingakonu, Eygló, þá hún að taka einhverja þyngd frá gólfi upp fyrir höfuð á endanum. Þannig að allt aflið mun fara í gegnum miðjuna á henni. Þannig að sama hversu sterka fætur hún með, hún getur lyft 300 kíló í fótapressu, svona sítandi fótapressu eitthvað slíks. En ef að miðjan hennar, kórið hennar, getur ekki flutt aflið, þá getur hún ekki nýtt kraftin í fótunum sínum. Nei, þannig að eitt að vera með sixpack og eitthvað svoleiðis, sem náttúrulega óbúslega sexy og flott og gaman, Örugglega. Ég þekki það. Já, þú manst eftir þessu. Jú. Alveg helt tálku þannig gamla dag. Heldur betur. Já. En þú þarft að vera functional, þú þarft að geta flutt aflið. Og þá fyrir við að skoða hvað core. Coreið okkar ekki ytri kviðvöðnir okkar. Nei. Coreið okkar algjörlega miðjan og þá erum við að tala grindabotnin okkar, við erum að tala þindin okkar og við erum að tala svona djúpa bakvöða sem að búa til þrýsting inn í kviðarhólinu. Sem að halda svolítið beinagrindin uppi. Já, svolítið þannig Þannig að ef að bara við höfum farið í gegnum lífi á þess að lenda eitthvað svona bakmeðslum eða einu svona hnjaski, að þá þessi svona innri þrýstingur bara á góðum stað. Já. En ef við höfum lent í einhverju vesinni, tóknað eða fengið í baki eða eitthvað svoleiðis, þá stundum missum við þennan eiginleika að það sé samhæfing á milli grindabots, þindarinnar. Ef við hugsum grind og hérna, þetta hérna? Já, hann að sýna kamerunni. Ég að sýna kamerunni. Ef við hugsum grindabotnin okkar og þindina, þá eru þeir báðir vöðvar sem snúa á móti hverjum öðrum. Það að segja, ef ég spenni grindabotnin, þá fer hann svonst upp. Okay. Hann þrýstist upp og á móti, ef ég spenni anda út, þá spennist þindin á móti. Talaði fyrir mig í mikrofónu þegar ekki segja þetta. Já, heyrðu þetta. Já. Þannig að þegar ég spenni grindabotnin og þindina, að þá myndast, þá er ég minka bilið á milli þess að tveggja eiginleika. Já, ég að prófa. Já. Þannig að þeir sem þegar allir hafa fundið að þeir eru að lyfta eitthvað af gólfinu, að þá viljum við eitthvað svona bara svona þétt okkur saman þannig að þá viljum við fá þrýstingin utan frá og inn. Það coreið okkar.
Erfitt að útskýra þetta með einhverju talmáli eitthvað þess. Já. En það svo, þú veist, ég held ég hann gert þetta með þér á bekknum að Já, það ekki. Sýndi já. ég þetta ekki svona aðeins þessa pælingu. Já. Og þegar að við náum að búa til þrýstingin innanfrá og út, að þá getum við notað ytri kviðvöðan okkar miklu betur. Já. Og þá flyst afli betur úr fótunum okkar eða höndunum okkar eitthvað slíkt. Þess vegna er core gríðarlega mikilvægt hjá íþróttamönnum. Ok, getur nefnt mér einhver æfingar sem þú mælir með? Já, sko allar æfingar sem að tengja saman grindabotn og þindin okkar. Þindin okkar er stærsti og aðal öndunarvöðun okkar. Þannig að öndunaræfingar, Wim Hof, eldöndun eða eitthvað slíkt, það hjálpar gríðarlega mikið við tilum. Okay. Þannig að Wim Hof er mjög góð æfingu upp á það að virkja og þjálfa upp þindina. Þarf ég að gera það í klaka? Er það ekki öndunin? Nei, öndunarprógrammið er Wim Hof öndunarprógrammið er ekki með kuldaþjálfun. Nei, okay. Það er bara svona öndun. Þannig að þeir sem að vilja að geta farið bara á YouTube og skrifa bara Wim Hof breathing technique og þar er þjálfunin. Okay. Alls konar grindabotnsæfingar, Kegel, þú veist, grindabotnsþjálfun sem að heitir ekki Kegel, hvað heitir það, Kegel eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað þetta heitir. Farið inn á hjá henni Soffíu Einarsdóttur, sjúkraþjálfari fyrir norðan, heitir Kvennaheilsa, Kvennaeflinga, Kvennaheilsa á Instagram. Hún er útskýrað hvernig grindabotninu virkar hjá konum, sérstaklega. Og það er alveg, þó séu að kallar og konur er ekki eins, hvað grindabotninu var það, svona getur við alveg kallinu lært af því. Þannig að kíkja á það. Og svo er það litlar hreyfingar, eins og til dæmis að liggja á bakinu með fæturnar upp og lyfta bara rófubeininu frá. Engar stóra hreyfingar. Við hugsum við liggjum á bakinu og lyftum bara sem sett svona Þetta er, maður hugsar eins og lyfta teipinu. Lyfta? Teipinu. Já, þú hugsar það, já. Svona Já, þetta er svona, einmitt, þú veist, þetta er svona snýr mjöðmina. Snúa upp á mjöðmina. Já. Og þá er mikilvægt að hugsa að þegar maður gerir það, ekki sækja kraft í hálsinn eða í bringuna. Það er með hausinn niðri. Með hausinn niðri, liggur og reynir bara að búa til svona mjaðma lyftu. Og með fæturnar uppi eða? Já, getur lyft fótunum aðeins upp. Getur líka verið með henni í gólfið? Getur líka, það er svona byrjunæfingin svolítið, sko. Okay. Þannig ef þú ert komið stjórn á því, þá ertu yfirleitt komið með svona góða stjórn á djúpu kviðmunniðinu. Ok, þú veist, pottitt nauðsynlegt, ég þarf sjálf að skoða þetta, en þetta er samt allt mjög leiðilegar æfingar. Finnstu það, já? Langaði þið bara að hlaupa hratt, eða? Já, ég var svona, ok, nú kemur hann með eitthvað, svo bara, en þú veist. En sko, myndið bara, Silja, að sko, ef þú, veist, þetta er rosalega mikið mitt hlutverk, að segja, ef þú ert duglega að gera þetta, þá myndir hlaupa hraðar, þið mun líða betur, þú getur hlaupið oftar hraðar, þú getur gert alltaf skemmtilega, en þú þarft aðeins að gera smá svona... Byrja að labba og byrja að hlaupa. Bingo. Og veist, þú getur ekki, sko, þú verður að byrja á einhvern stað til þess að geta hlaupið hratt, sko. Ég hef aldrei verið steilt, sko. Nei, þú ert alltaf algjör villikvættur, sko. Já, herðu, en einhver loka orð? Loka orð? Já, og hugsaði svona íþróttatengt og fólk og foreldra. Já, það er bara, ég held að það sé bara svona gott fyrir íþróttafólk að hugsa að fyrst er að hugsa gæði umfram magn. Að magn er svona eins og svona eldflauga eldsneyti. Það hefur rosalega mikil áhrif fyrst, en svo brennur það út og deyr. Hvað múkil? Nei, skilur, og það er það sem við sáum, ég fattaði sem betur held ég svolítið fljótt eins og með crossfit, þú minnir það á crossfit á hann, að þú færð x tíma sem þú ert einhvern veginn að bæta þig ógeðslega mikið og það er svo gaman
og svo bara, veist, eftir kannski 3-6 mánuði ertu einhvern veginn, ég er svolítið á rílt í vöxlinni, rílt í hnjánum eitthvað og þá ertu búið með eldflögu eldsneytið, skilur og þá ætlar að fara að hugsa gæði. Það er þá eiginlega bara orðið of seint. Þannig að þess vegna viljum við byrja alltaf að gæðunum til þess að búa til samfellu, búa til consistency og það er hlutverk mitt sem þjálfara og osteópata er að tryggja það að mínu íþróttamenn að þeir búi til consistency og grunninn og já, þannig að gæði umfram magn. Auðvitað þarf þetta að vera áhugavert, þetta þarf að vera gaman, skilurðu. Þannig að það þarf stundum að segja bara, herru, í dag ætlum við bara að æla, veist. Við ætlum að fara, gera þetta erfitt að við ætlum bara að reyna að æla, veist. Það þarf alveg að vera það líka, skilurðu, það þarf að vera eitthvað svona, veist, eitthvað svona ógeðslega erfitt eða áhugavert eða, skilurðu, en majority, flestar æfingar eiga að vera í gæðum og stundum bara let go, sko, og bara alveg að drepa sig, sko. Það er þetta jafnvægi kannski. Þetta er þetta jafnvægi, sko, já. Þannig það er kannski skilaboð, já. En Unnar Helgason, takk fyrir komuna og ég hvet ykkur til að kíkja í Osteoklínikina, hvað út á Núna og Instagram. Já, Osteoklínikina á Núna og Instagram, kíkja á það, já. Getið sendt mér skilaboð þar eða einhverju penningar eru. Já, endilega, gerið það, sendið honum spurningar. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir mig líka. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Gleðin með Silju Úlfars.